Hérna eru báðir vænghelmingarnir tilbúnir og nú þurfum við að líma þá saman svona. Það er að segja, það þarf að vera 76 mm undir endarifið hér, þetta hérna, ef að þessi vængur liggur flatur. Og þegar við leggjum þá svona saman þá er nokkuð ljóst að þeir falla ekki alveg saman hvor að öðrum, þannig að við verðum að laga aðeins hallan á rifjónum hérna og þá kemur til góða þessi mæleining hér 1,5 tomma undir hvorn enda. Við getum notað hana til þess að laga þetta. Hérna er ég búinn að stilla öðrum vænghelmingnum upp við brúnina hér, þannig að hann á að flúta alveg akkurat hérna við þessa brún. Ég er með farg ofan á hann hérna og hér undir er kubbur. Þannig að neðra rifið hérna, neðra yfirborðið á rifinu er 38 mm frá plötunni. Nú get ég tekið pússikubb og pússað hérna, notað borðið til þess að fá 90 gráður. Þá pússast aðeins af rifinu ofan til. Þannig að núna, ef við gerum þetta líka við hinn vænginn, þá ætti hallinn að vera réttur og rifin ættu að leggjast saman. Það næsta sem maður þarf að gera er að koma þessu hérna, þessum tveim styrkingum, hér inn í vænginn. Það er gert með því að gera rifu hérna fyrir aftan, framan og aftan bitana og síðan stinga þessu þar inn í. Nú ætla ég að fara að líma þessa vængi saman. Ég er að blanda hérna saman góða slömmu af epóxylími. Ég nota epóxylím núna vegna þess að ég vil að þetta sé mjög sterkt, en líka nota 30 mínútna epóxy vegna þess að ég vil hafa nægan tíma við að koma þessu saman og stilla þessu upp. Nú þarf þetta bara að fá að harðna. Ég ætla ekki að koma nálægt þessu næsta klukktíman eða svo. Hérna er þá vængurinn kominn og ég gerði örlitla breytingu. Hérna í miðjunni, þar tók ég afskurð af 1,5 mm krossviði og límdi hérna í. Ég heflaði eða sem sagt pússaði niður brúnirnar hérna þannig að þær
leggjast aðeins að og svo límdi ég þetta fast hérna á miðjuna. Ég sagaði einnig út þennan boga sem sýndur hérna á teikningunni. Nú ástæðan fyrir því að ég vil hafa þennan kross við hérna, fyrir það náttúrulega þetta styrkir vænginn alveg gríðarlega, er það að hérna leggjast teygjur yfir vænginn og það hefur stundum viljað gerast að teygjurnar brjóta þessa þunnu balsabrún sem hér er. Þannig að svona 1,5 mm krossfiður gerir ekkert í sambandi við þyngdina á vængnum en þarna hjálpar mikið til upp á að verja brúnina. Það er örfá handtök sem eru eftir og meðal annars að saga hérna út þennan balsa hér í miðjunni og hérna þarf að setja smá fylliefni, sé ég. Nú ætla ég að fylla hérna og hérna uppi þar sem að ég skar í burtu og það sem ég nota er svona polyester fylliefni. Þetta er frá Motip. Yfirleitt er hægt að fá efni sem heitir P38, virkar nákvæmlega eins. Og í þetta set ég pínlítinn herði. Jæja. Nú er ég að verða búinn að pússa þetta svona að mestu og vængurinn er svona, ég myndi segja 99% tilbúinn fyrir klæðningu. Við getum alveg útskrifað hann hér. Næst þá ætlum við að reyna að búa til vængsætið og sjá hvort að við getum ekki látið stélið kannski á líka.